En við ætlum bara að byrja að klára þennan kostendur þáttarins. Þannig við getum bara að tala síðan bara linnulaust eftir það. Þið eru þá í mynd og ekki ég, eða hvað? Já, svona bara. Já, meðan allavega. Já, tökum á svoleiðis. Okay. Herðu, Fitnessport búin að vera með ykkur frá upphafi hérna. Það er 50% afsláttur með kóðun og gótu strákar. Svo getur mætt upp í búðina líka bara sagt bara götu. Já. Þú veist, það veit það alveg hvað er. Það er Lions Mane, það er hérna... Bróðir mér keypti Lions Mane og Ashwagandha í gær. Já, það er Almar. Já. Hann er einmitt í Ironman. Já, ég veit. Hann gerir öll sín viðskipti við Það er svoleiðis. Svavari Fitnessport. Pakki minn hjá Fitnessport, Vá Hydrate, Hydroxycut Hardcore, Lions Mane og Naughty Boy Electrolyte. Þannig kíkja á Svavari Fitnessport. Svo náttúrulega kóngurinn, að Jói í Waterclouds. Já. 50% afsláttur kóði, hann fer að hverfa. Hann fer að hverfa. Já, það eru svona stærri hlutir í vændum. Já, það er bara allar hárgrísustofur eru komna með þetta. Já, hann ætlar að taka yfir stofuleikin. Já. En á meðan, þið getið notað hann. Já. Þá hvetum við ykkur til að nýta það. Það er svoleiðis. Hair and body wash, það er hérna conditionerinn. Ég er að nota Repair Hair Butterinn, bara á hárið. Já. Bara fyrir mýktina. Það ekki? Jú, Já. bara trillt bylting sem Waterclouds komið með. Herðu, Geitin Garðabær, er einhverju leikir í kvöld? Ég veit það ekki. Að kíkja hérna helgina. Já. Það er svona okkar sportbar. Það er enski boltinn helgina. Bara draga vinnina saman, búið til smá stemningu, taka leikina. Breyta Eyrumdal í 2. Þú veist, ef þú vilt það, annars bara sleppa því. Algjörlega. Herðu, eyjadýr.is. Já. Þeir eru með hundavörur, kattavörur, ról og beisl og taumar, ekkert allt. Þú veist, þú getur notað á konuna, getur notað á dýrið, bara það er bara þú veit, sko. Það fer eftir hvar... Ægrum sjampóin, það fer bara eftir hvar landi liggur í sambandinu ykkar. Ægrum dæmi, hvað var það? Bananabombur? Já, 100 litur svo bananabomba. Já. Þau ekki taka bara hérna lóðbóta dagsins. Ef þú googlar dog, þá kemur þessi hundur. Já. Og ég held að þessi sé vígalur. Svona eitt frægasti hundur internetsins. Já, herðu, 50% með kóðan og kótustrakkur og frí heimsending þegar veslað er yfir 10.000. Bara nóbrennir. Herðu, það var bara síðasti. Árum við byrjum veisluna hérna. Það er Rose CBD. Ég byrjar í sofna klukkan 10 í gærkvöldi. Akkurat. Ég veit ekki hvað það er, sko. Nei. En það vart með til dæmis, eins og ég var XM-krakki. Ef þetta krem væri til, þessi mýkt hjá þeim, væri til þegar ég var krakki, þá hefði það bjargað svolítið æskunum minni. Akkurat. Við erum bara að fá skilaboð frá okkur 3 mæðurum, sko. Já, sem er í vesinni. Og hérna, við mælum bara með að nota kóðan, góðstrákar, og Ég eppa pakkinni 30% spektrum CBD olían, mælt með 1-2 drópum. Ég nota 3-4. Ég er aukamaður. Kóngurinn ætlar að koma í bæinn bráðum og við ætlum að hittast og fá okkur álfuru mjólk saman. Herðu, Arnar Þór, forseta frambjóðandi. Já, verður velkomin til okkar. Takk fyrir. Gott að fá þig. Takk fyrir að koma. Fyrstur í framboði. Af hverju býður þig fram sem forseta? Ég býð mig fram af því að ég hef áhyggjur að því hvert mál er að þróast á Íslandi og ég vil að við Íslendingar förum svona að taka í taumana á okkar eigin stjórnarfæri, förum að endurreisa okkar lýðræði, virkja fólki okkar og förum að svona blása hvert öðru sko kjark í brjóst og von. Við þurfum meiri von sko framtíðina. Akkurat. Og bjartsýni og það loga alls konar bál svona við sjóndeildarhringinn og ég held að við Íslendingar þurfum að taka betur utan fólkið okkar, landið okkar, framtíðin okkar. Við megum ekki fljóta bara eins og korttappi í þessu. Já, er það eitthvað sérstökum mál sem að þér finnst þér að fara úr böndunum? Já, ég tel náttúrulega, þið eru fættið hvað, 91 og 94? Já. Þið eru svona að fæðast það bil sem að ég er á fyrstu metrónum í mínu laganámi. Og ég er einn af þeim síðustu sem fóru gegnum lagadeild Háskóla Íslands og sá svona og lærði kerfið bara eins og það var. Svo hefur átt sér stað grundvallar breyting í raun og framkvæmd á því hvernig bara hlutinir eru framkvæmdir á Íslandi. En lögin og stjórnarskrán hafa ekki breyst. Þannig að sko ég finn til ákveðnar ábyrgðar, kannski gagvart ykkur, ég geti verið pabbi ykkar, fræðilega sér, og börnunum mínum og síðari kynslóðum að ég vil halda á lofti svona ákveðunum sko kyndli það, svona er þetta samkvæmt stjórnarskráni, svona er þetta samkvæmt lögunum og við eigum að geta treysti að það sem þar stendur sé þannig en ekki einhvern veginn öðruvísi. Það sem er að breytast er að stjórnarskráin okkar er að verða að leiktjöldum og á bak við leiktjöldin fer fram sko það sem við getum kalla bara blákaldur raunveruleiki sem hefur áhrif á okkur
og stýrir í rauninni auknum mæli sko okkar daglega lífi og þetta framkvæmd sem ég tel að sé ólýðræðisleg í þeim skilningi strákar að sko þegar ég tala það sem lýðræðislegt það það sem við eigum saman og það sem kemur út úr okkar samtali. En þetta sjá til dæmis núna eins og bara síðustu 10 ára Ísland sé bara búið að fara í hundana eða? Já, ég hef sagt það, ég ekki viss að við þolum önnur 10 ára eins og síðustu 10 ár hafa verið. Þróun á Íslandi gefur mér til kynna að það getur sko, ef við höldum áfram á sömu leið, með að við bara þá svona það brak og bresti sem heyra má í þjóðar líkamannum að þá gæti verið að við þolum ekki mikið meira. Ég meina þið kallið ykkur götustráka, þið vitið hvernig lífið á götuna væntanlega. Bara síðustu helgi voru fram með 2 manndráp á Íslandi. 2 á 2 dögum, eins og þetta hljómaði í fréttunum. Þannig að sko þróunin búin að vera að mínu viti dálítið í óheilla átt og kerfin sem að við höfum byggt upp þessi fínu kerfi, heilbrigðiskerfi sem þjónar okkur ekki nógu vel, samgöngukerfi, ég þekki það ein raun, búin að keyra 2 hringi, illa holóttir vegirnir, löggæslukerfið ofveikt, pólitíska kerfið í rauninni bara, ég vil segja hálf ónýtt vegna þess að við kjósum flokka reglulega á Íslandi, en í raun og sann við með í rauninni eins flokks kerfi á Íslandi. Flokkarnir verja hvern annan og það virðist engu máli skipta hvaða flokka við kjósum. Við endum alltaf með sömu niðurstöðu og niðurstaðan nokkurn veginn svo að það haldið áfram að dembi yfir okkur alls konar lögum og reglum. Það haldið áfram að þrengja frelsi okkar. Það haldið áfram að leggja okkur meiri gjöld og skatta og það hefur rauninu verið að bara nánast taka upp eignir Íslendinga með í þessu verðbólgubáli sem að geisar og það breytist ekkert, það skiptir engu máli hver kosin og þeir verja sætin hver fyrir öðrum virðist vera, alveg sama í hvaða flokki þeir eru. Vinstri menn eru farnir að hegða sér eins og þessi hægri menn. Hægri menn taka þátt í öllu þessari útþenslu ríkisins og hækkun skatta og verja vinstri menn frá falli. Þetta er óheilbrigt. Þetta ég með líku að segja þetta sé sjúkt, sko, það eru sjúkleika merki á þessu. En Ísland búið að vera núna síðustu 10 ára sem við vorum að tala það búið að vera að reyna að þóknast öllum? Já, ég held það. Við erum að reyna að þóknast ekki bara sko erlendum stofnunum, Evrópusambandinu sérstaklega, samt hefur Íslendingar hafa aldrei samþykkt það að lúta forsjárvaldi Evrópusambandsins. Við erum með okkar eigi löggjafarþing. Þannig að Evrópusambandi á í rauninni ekki að stýra málum í þeim mæli sem það gerir hér. Við erum að reyna að þóknast Sameinuðu þjóðunum. Við erum að þóknast þeim sem eru hvað háværisti hér innanlands, svona alls konar þrýstihópar og svona frekir kallar og má ég segja kettlingar. Já, sjálfsögðu. Og við sko, það bara ein af lærdómum og ein af leksíum mannkynssögunar að engin maður og ekki þjóðfélag getur þóknast öllum. Við verðum að tala skýrumáli. Sá sem reynir að þóknast öllum og vera allra vinur, vitið hvað hann endar? Hann endar sem einskismanns vinur. Enginn treystir honum. Hann verður einangraður og fyrirlitinn og í rauninni bara endar með að fara fyrirlita sjálfan sig. Við vitum alveg fyrir hvað við viljum að Íslands samfélag standi og ég held að við séum meira og minna sammála það. Sko. Við viljum taka utan gamla fólki okkar sérstaklega. Við viljum að börnin okkar fái gott góða aðhlynningu og alúð. Við viljum að þau fái góða menntun, læra að lesa og skrifa. Það nú svona grunnur út í allt sem síðar kemur og þar erum við að klikka líka. Það eitt kerfi sem að bregðast, það menntakerfið. Við viljum svona að þetta sé öruggt samfélag. Ég held að við séum alveg sammála það. Algjörlega. Og af því leiðir að við verðum í rauninni að hafa við viljum hafa stjórn á okkar landamæri til þess, vita hver að koma inn. En við viljum standa í vegi fyrir því að alþjóðleg skipuleg glæpastarfsemi skjóti rótum á Íslandi. Þá þurfum við að stjórna okkar eigin landamæri. Það hefur við ekki gert. Það eitt af því sem við höfum reynt að þóknast öðrum þjóðum með. Og frjálsþjóð, við viljum sem frjálsþjóð væntanlega ráða okkar eigin lögum. Það gerum við ekki heldur eins og staðan er. Þetta er að molna fyrir augunum á mér. Íslendingar margir hverjir í sjálfu sér, ég átta mig á því, sjá þetta ekki og vilja ekki sjá þetta og segja bara, hvað, ert ekki bara með eitthvað svona
Er þetta ekki bara óttastjórnun eða er þetta ekki bara að reyna að hræða okkur? Ég er ekki að því, ég er að reyna að vekja fólk til vitundar að horfa á stöðuna eins og hún er að byrtast. Ég veit að það getur verið þægilegt að fara bara á barinn og horfa á leikinn, það er skemmtilegu leikur seinni í dag sko, ég elska boltanum, en við þurfum samt að vera með augun á boltanum því að hlutinni geta hratt farið sko aflaga. En hvað þarf að gera, fattur? Að við vorum til dæmis með mann sem var í þáttunum daginn, hann var að tala til dæmis Albus glæpastarfsemi og hvernig Albanir eru með bækling, hvernig á að ríða íslensku kerfi og þeir nota það bara, þú fær bara bækling og hérna er bara fyrst á dagskrá, þá áttu að gera íslenska konu ólétta og svo var næsta dagskrá, hvað var það áttur? Það segjast vera samkynhneigður og þetta er bæklingur þegar þú ert að koma frá albanskis glæpastarfsemi bara vegvísir til þess að ríða íslensku kerfi. Já, þetta er bara eins og þið eru áhuga menn fótbolt, er það ekki? Jó. Og ef að þið sjáu það að í liðinu sem er að fara að spila á móti ykkur er veikur hlekkur, að þá mæntalega spiliði bara og einbeiti ykkur að því að fara þar í gegnum varnirnar. Og ef að ég væri sem sagt að reyna að nýta mér veikleika sko íslenska lýðveldisins eins og það er, þá er ekkit erfitt að kortleggja það og þá er það kannski þú ert að lýsa einni leiðinni til þess og ef að staðan er sústrákar, það er til orð sem heitir samfélagssáttmáli, hafið þið heyrt það? Nei. Samfélagssáttmáli gengur út á það að við sem að kannski við getum unnið og getum lagt eitthvað til samfélagsins, við gerum það því að við viljum hjálpa meðbræðurum okkar og systrum. Við viljum hugsa, eins og við sagðum gamla fólki og börnin og sjúklingana og allt það. Við viljum byggja upp innviði íslensk samfélags. En ef að þetta er orðið þannig að íslensk stjórnvöld í þjónkun við svona háværa og kannski freka hópa eru farin að veita fjármunum til þeirra sem að ættu með réttu að tilheyra þeim sem eru búin að borga hér skatta og skyldur í áratugi að þá má segja að það sé verið að rjúfa samfélagssáttmálan. Skiljið hvað er að fara? Já, akkurat. Við erum samfélag, við viljum halda vel utan um fólki okkar, við viljum taka vel við þeim sem hinga að koma og vilja leggja gott til okkar samfélags, vilja vinna hér og greiða hér skatta og fegra og bæta okkar samfélag með því að kenna okkur betri eldamennsku eða koma hér með fallega listsköpun og svona. En samfélagssáttmálinn má ekki vera rofin þannig að við horfum á það að fólki eins og í Grindavík sé ekki hjálpa snarlega en að það sé á sama tíma til dæmis verið að veita háum fjármunum í það að kaupa vopn til að nota í stríði erlendis til að drepa fólk. Þá er orðið eitthvað bjagað. Ef að á að gera það, þá legg ég aftur áherslu á þetta lýðræðislega þáttinn að það eigi sér stað samtal þar sem að ykkur og mér og öllum gefist kostur á að hafa skoðun á því já, eigum að fara að eyða hér mörg 100 milljónum í vopn sem er breyting á svona utanríkisstefnu Íslands eigum við þá ekki að ræða það áður en það er gert. Mér finnst svona ákvörðun eins og ég er að lýsa ákveðnu vanvirðingu gagnvart íslensku kjósendum og íslenskum almenningi. Mér finnst það líka lýsa ákveðinni bara vanvirðingu gagnvart íslensku ríkisborgurum þegar þeim er ekki komið til hjálpar, þegar þeir eru í raun húsnæðislaus eftir svona hamfarir eins og Grindvíkingar hafa upplifað. Þannig að sko aftur, gott samfélag byggist á því að það sé í gildi samfélagssáttmáli, þar sem að við felum stjórnvöldum ákveðið hlutverk og þau eru okkar þjónar en að við séum ekki sett í þjónshlutverk af stjórnvöldum. Þegar það breytist, þegar að stjórnvöld hætta að þjóna okkur og ætla að fara að gera okkur að þjónum sínum, að þá er samfélagssáttmálinn þessi rofin. Þá gæti venjulegt fólk sagt, ég ætla ekki að borga skatta lengur á Íslandi. Skiljið hvað er að fara? Já, akkurat. Sko, nú er líka bara að tala kannski bara, þú veist, síðustu 15-20 ára, nú þurfum við að fara að hugsa gamla fólkið okkar að því hér að koma atvik á heilsugæslunni sem er ekki, mann er bjóðandi, fatturu. En svo er stytt opnunartíma í Sundlum, ég sá þetta á Twitter, stytt opnunartíma í Sundlum til að spara borginu 28 melnir. Svo erum við 8 milljórum ári í heimskulega pælingin eins og að setja pálmatrí í glerhylki. Á meðan er verið að prjóna einhverja 1600 vettlinga og leggja þá á gólfi í raðhúsinu og veist,
hver að taka þessar ákvarðanir og það að reykja einhvað úr glerpípu eða? Já, þetta frábær spurning og í rauninni, ég sé þetta svona minnir sko pólitíska stéttin á Íslandi, fólki sem í rauninni, við erum með þetta er svolítið klikkað að segja þetta, en þetta er samt raunveruleiki, við erum með fólk á Íslandi sem ætlar að vinna við að vera stjórnmálamenn og ætlar að eiga starfsferil sem stjórnmálafólk, sem er ekki gott fyrir það og ekki gott fyrir þjóðina. En þess að áður voru stjórnmál bara svona eitthvað sem þú fóst í skamman tíma til að hafa áhrif og segja það sem þú þurftir að segja. En þetta fólk sem við sitjum uppi með, sýnist mér farið að þjóna einhverjum litlum minnihluta, hvort sem það ofurríkt fólk út í heimi eða stóra stofnanir út í heimi eða einhverju svona háværi servitringar og kröfu hart fólk á Íslandi, en þeir að gera það á kostnað meirihlutans. Þetta staðan. Já. Og þegar franska byltingin var gerð, af því að fólk hafði ekki nóg að borða, þá spurði franska drottningin, sem að með minnir hafi heiti Marie Antoinette, hún spurði, á hverju borðaði ekki, hvað segir, spurði hún, eða ekki brauð til að borða, á hverju borðaði ekki kökur? Þau byggu við fransku hirðina í allt öðrum veruleika heldur en sko almúgin. Og mér heyrist á því sem að þú ert að segja, að sko valdastéttin á Íslandi búi í rauninni í einhverjum allt öðrum veruleika heldur en við venjulega fólkið. Já. Og þetta sagði fólk við mig þegar við horfum á það sko, þessi stólaskipti núna eftir að ríkisstjórnin var límt saman sko, núna síðast og það haldin svona voða fína serimóni þar sem þeir skiptast á lyklum og halda áfram eins og ekkert hafi í skorist og fólk segir við mig, býr þetta fólk bara í einhverjum öðrum veruleika við, eru þau ótengt veruleikanum? Og þetta er það sem þú ert að nefna, setja pálma upp og prjóna vettling og setja á gólf, ég meina, hvernig væri bara sko aftur, strákar, einbeiti sér að grundvallar atriðunum. Ríkisvald í rauninni stofnað til þess að sinna bara ákveðinu lámas þjónustu, sem ég veit ekkert hvað standið í pólitík, en sko ef við bara horfum á þetta svona út frá því sem við getum kallað bara svona frjálslynd, hófsöm íhaldsstefna, sem að mætti kalla kannski hófsama hægri stefnu, þá ríkið í rauninni bara búið til að halda upp í svona ákveðinu lámas löggæslu, þannig að við getum sofið á nóttinni og kannski sinna samgöngum og tryggja það að hlutinni geti gengið svona sæmilega eðlilega fyrir sig og við getum og tryggja það í rauninni að við að tryggja frelsi okkar, að tryggja frelsi borgarana, en í dag ríkið farið að snúast það að skerða frelsi borgarana eins og ég voru að lýsa áðan. Já. Og það kalla ég svo alvarlega öfugþróun á öllu því sem að lagt var upp með á Íslandi 1944, að ég vil með þessu framboðu mínu minna á það, til hvers við erum með ríki og kalla fólk til þess að eiga samtal, taka þátt í lýðræðislegu starfi og félagsstarfi og halda út í þáttum eins og þau eru að gera til þess að minna okkur á það af hverju erum við að þessu, af hverju erum við að borga skatta, af hverju erum við að hafa ríkisstjórn. Akkurat, af hverju ætli við séum að setja eins og flóttamenn í forgang þegar við getum ekki einu svona hugsað fólk með áfengi og vímuefnavanda eða fólk sem er mikið veikt og svona, þú veist, heilbrigðiskerfið er allt í hakki sko, hver þín skoðun á því? Já, augljóslega, sko, fyrsta svar væri náttúrulega kerfið sem að við bjuggum til átti að þjóna þjóð sem hér bjó og var, segjum bara 250-300 eitthvað pluss 1000, en fólksfjölgun á Íslandi og allir vita að það hefur orðið mjög hröð og þessi kerfi hafa einfallega ekki ráðið við það. Það segir okkur að við þurfum aðeins að fara að hugsa okkar gang. Í gamla daga leysti fólk þetta þannig að það reisti borgamúra og bara sagði, heyrðu, hér er borgin okkar og innviðir sem þjóna þeim sem hér búa og við ætlum að halda utan fólkið okkar, sko. Við hleypum ekki hverju sem er inn, en nútíminn einhvern veginn færir okkur þau skilaboð að það megi ekki halda utan sitt eigið fólk, við eigum einhvern veginn að grípa allan heiminn. Við erum með mjög fáar vinnandi hendur á Íslandi, við meðum ekki gleyma því, einhver sagði við mig værum með, það nefndi einhver töluna 180.000 sko vinnandi hendur og þaraf væru sko 180.000 einstaklinga og þaraf væru 65% vinnandi hjá ríki og sveitafélögum.
þannig að það skilur eftir býsna fáa sem eru að halda upp öllu kerfinu og svo geta menn bara reiknað út hvað getur þessi hluti haldið uppi stórum fjölda fólks og brotmörkin eru einhvers staðar, augljóslega. Þannig að það vantar til þess að reyna sko svara þinni spurningu, það vantar bara svona common sense í umræðu á Íslandi. Erum við ekki bara spilt þjóð? Ég held að við verðum að horfast í augu við það að það er mikið spilling á Íslandi og við höfum verið með þá hugmynd í kollinum að við séum allt svona saklaust og krúttlegt og gott á Íslandi en í rauninni bara ef við horfum á það aftur hvernig stjórnmálamenn starfa á Íslandi að þá birtist þetta mér þannig og mörgum öðrum að það er ekki reynt lengur að fela spillinguna. Það er ekki reynt og ef að þú ætlar að vera ef þú ætlar í rauninni á Íslandi að tryggja þína eigin hagsmuni þá þarftu mér liggur við að segja að sko annarkvort taka þátt í spillingunni eða passa það að gagnrýna hann ekki og þetta er eitt af því sem hefur breyst á Íslandi, það er að segja það er til orða á ensku sem heitir karrierism sem að í rauninni þýðir það að þú nánast sko selur sáluðina til þess að eiga góðan feril og þetta þekki allir sem eru bara starfandi innan þessa opinbera geira til dæmis að þú þarft að menn ímynda sér að sko þetta gangi þannig fyrir sig, þú kemur út úr háskóla, færð ágætis starf, síðan spilaru rétt úr þínum hlutum og þá verður skrifstofustjóri í einhverju stofnun eða einhverju ráðuneyti og ef þú heldur áfram að spila með öllu, spila alltaf með valdinu, segja aldrei neitt sem er svona kontroversial eða svona umdeilt sko, þú máttu alls ekki vera umdeildur, það er eitthvað skammaryrð á Íslandi, já hann er rosalega umdeildur, en ég meina sennilega er þetta bara maður sem að svona tjái sig bara út frá sín eigin samvisku og þá er hann orðin umdeildur og þá má einhvern veginn kannski ekki endilega ráða hann í vinnu lengur, skiljið hvað þetta er klikkað. Þannig að til þess að verða ekki umdeildur þá passar það á því að vera alltaf sammála síðasta ræðumanni, kóa með valdinu hverju sinni og reyna með öllum ráðum að tryggja það að þú fljótir alltaf ofar og ofar í kerfin. Goethe var eitt frægasti rithöfundur, hann er eitt frægasti rithöfundur og skáld Þjóðverja bara í sögunni og hann bjó til þetta leikverk sem að fjallar Faust sem sagt seldi sálu sína fyrir frægð og frama en svo þegar hann fór að nálgast svona endalokin, hann áttaði sig á því að hann átti kannski ekki mikið langt eftir ólifað og öll þessi frægð var sjálfur sér komanum að litlum notum að þá fór hann að vera hræddur og það eru nötuleg örlög fyrir ykkur sem unga menn að hugsa og fyrir mig sem miðaldra mann að hugsa að þegar að starfsferlinu líkur fyrir hvað verður mín minnst annað en að hafa verið svona góður strákur innan gæsalappa. Ég kallaði ekki að vera góður strákur að segja alltaf já og amen við öllu. Góður strákur ég segi við strákana mína, ef þú ætlar að vera góður strákur, segðu það sem þið finnst. Statt á þínu. Vertu heiðarlegur, vertu sannorður, vertu kyndilberi sannleikans, verðu sakleysið, verðu frelsi annara, taktu afstöðu með því sem þú telur vera rétt, þá ertu góður strákur. En ef þú ætlar að kóa alltaf með þeim sem þú heldur að séu valdamiklir, þá ertu aumingi. Ég skal standa við þetta hvar sem er. En ég segi sko, fyrir mér er þetta núna svona loka sko slagurinn og ég er búin að reyna að taka slaginn innan Sjálfstæðisflokksins. Ég hafa vonlust að breyta neinu þar. Sjálfstæðisflokknum er stjórnað eins og sennilega öllum stjórnmálflokkum á Íslandi núna ofan frá og niður. Ein rödd í þessu kór af fólki sem er meðvirt og hrætt hefur ekkert að segja þegar að valdið kemur ofan frá pressan sem segir svona á þetta að vera, krakkar. Skiljið. Þannig að ég er búin að reyna að hafa svona áhrif segjum við og vekja fólk sem pislahöfundur í blöðum og tímaritum en ég hef komist að raun það að það eru ákveðin prósenta Íslendinga sem les svoleiðis og ég vil segja að það eru svona 20% Íslendinga og mjög margir eru sammála mér og ég veit að það eru ég er að mælast með einhverja lága prósentu núna í þessum forsetakönnunum en í fyrsta lagi þá sem sagt blasir við að
við mér að ég á miklu fleiri stuðningsmenn en fólk fer með veggjum og segir ég er sammálaðir og síðan það hitt í því að stór hluti Íslendinga er tölfræðilega ólæs og tekur svona könnunum sem einhvers konar heilugum sannleika þegar að það blasir við þeim sem hafa sæmilegt tölfræðilæsi að þegar þú gerir könnun og segir 2000 manns svöruðu og það kemur fram að helmingur tóku enga afstöðu þá ertu með 1000 manns eftir og svo dreifast þessi 1000 manns á einhverja 6 eða 8 frambjóðendur þá er þetta orðið svo lítill hluti í hverju hólfi að það er raunin ekki margtakandi á þessu en fjölmiðlar, þess vegna er ég þakklátur ykkur fyrir að reka podcast stóru fjölmiðlarnir sem eru aftur orðin meðvirkir valdinu þeir láta í það skína að þetta sé einhver stóri sannleikur og að forsetakostningar séu og bara kannski kosningar almennt séu útkljáðar áður en að byrja og þetta eru svik við lýðræðið ég segi stjórnmálaflokka nútímans er að svíkja lýðræðið með að hleypa ekki hinum almenna manni að í ræðustól og til að hafa áhrif fjölmiðlar nútímans er að svíkja lýðræðið með því að gangi í einasæng með fjölmiðlunum á valdinu og segja bara já hvað vil ég að við segjum og útvarpa því síðan yfir almenning. Þetta eru svik við lýðræðið og háskólarnir, fínu háskólarnir eru líka svíkja lýðræðið því að þeir eru háðir valdinu sömuleiðis og þykja alla sína framfærslu nánast úr hendi valdsins. Þannig að það er svo margt sem segir okkar að þetta sé óeðlilegt en ég ætla að segja eitt við ykkur talandi sko þetta sé nú loka tilraun mín að uppáhalds bíómyndi mín ég var nú að rifja það upp fyrir blað í Vestmannaeyjum sem að sendi mér spurningalista og heiti Tígull, frábært blað og það spurði hvað eru uppáhalds bíómyndin og ég fór að hugsa og ég hugsaði ég komst að niðurstu að uppáhalds bíómyndin minn var í High Noon, hafið þið séð hana? Nei. Það er stórkostlega mynd og ef þið ætla að horfa á einhverja bíómynd helgina og ég er að horfa á hana hún er svarthvít en hún er samt svona hún er svona, hvað segirðu? Ég er ekki líklegur Nei, en veistu það er svo mikið líf í henni vegna þess að bíómyndir á þessu tíma þær voru ekki kliftar og leikstýrar með sama hættu og gert í dag. Það var meira svo að væri komin inn í leikhús. Já, okay. Svolítið öðru vísi. Það er meira líf í þessu. Og þetta segir frá því að þetta er maður sem er rauninni, hann hefur verið lögreglustjóri í litlum bæ og hann er búin að þjóna út sinn tíma hann er að fara. En þá heyrir hann það að það er að koma sko mafjósar, þeir eru að fara að taka yfir bæina sem hann er búin að verja hérna í öll þess ár. Og leið og hann er farinn, þá ætla þeir að koma og taka bæinn. Og hann er í svona innri baráttu sko, á ég að verða eftir og þjóna fólkin í bænum og reyna að verja það, eða á ég að fara og það sem gerir klemmuna verri er að hann er að gifta sig. Gullfallegri konu sem er leikinn af Grace Kelly sem var bara einn flottasta leikkona 20. aldar og hún er sko gullfalleg, alveg glæsileg bara kona eins og þau bara sjáu því sko ævintýrabókunum. Og hann hugsa bara, á ég að fara að fórna mínu lífi og limum og hamingjusömu hjónabandi með þessa reyndislegu konu eða er ég ekki bara að fara að stíga upp í hestvagnin og fara með henni? Ég hef engar skyldur lengur og í sjálfu sér, strákar, ég hef í sjálfu sér engar skyldur gagnvart Íslandi. Aðrar en það er að þetta er fósturjörð mín og ég er aleinn upp og þetta hefur reynst mér rosalega vel. En ég vil kannski eins og hann bara gera loka tilraun til að fyrsta lagi vekja fólk og reyna að fá fólk með mér í lið og reyna að sko minna okkur á þetta er mikið dýrmæti sem við höfum inn í höndunum. Hugsið ykkur ef þetta selja Ísland bara með mann og mús, með auðlindum þess og náttúru. Hvað alltaf þetta myndi kosta? Þetta er perla bara, ég segi Grace Kelly var perla, ég meina Ísland er perla og við getum ekki eins og sett vermi á það hvað þetta er dýrt. Nei. Og það er ábyrgðarlaust að horfa á það bara í rauninni að við horfum á það sko, horfum á það glutrast niður. Að við sjáum kerfin okkar hrynja því að við tökum ekki ábyrgðan. Við sjáum í rauninni lögin okkar hrynja og vera yfirtekin af öðrum að því að við nennum ekki að setja okkar eigin lög. Akkurat. Ég til dæmis eins og tala fyrir mig og Aron hérna, við erum bara venjulegir drengir og erum í 3 vinnum til þess að reyna að lifa af á búi Íslandi, elskum Ísland, stoltir Íslendingar. Og við megum elska Ísland. Já,
ef við elskum ekki Ísland þá getum við ekki elskað aðra þjóðir þið verða að elska ykkur til að geta elska kæristurnar ykkar, það ekki? Jó, 100%. Sem staðan, en ekki flestir Íslendingar orðnir þreyttir á stöðunni? Og er ég að fara að sjá mig geta búið hér eftir 10 ár? Eins og ég sagði í upphafi, ef við höldum áfram sömu braut og höfum verið á, þá eru örlög okkar innsigluð. Þá eru örlög okkar innsigluð. Og ég meina þetta. Þá verðum við komnir í svo erfið mál að ég veit ekki hvernig við ætlum að bjarga því. Nei. Ég veit það bara hreinlega ekki. Já, að því sko... Þannig að ég heyri hvað þú segir, út í 3 vinnum, út að reyna að bjarga þér, sem er frábært, út duglegur og þið, að til að svara spurningunni þinni, ég má fara 2 hringi kringu landið og ég get staðfest það, hinn venjulegi vinnandi maður á Íslandi, sem ég held að sé ekki verið að hringi í skoðanakönnunum, orðin búin að fá upp í kók af ástandinu. Já. Og vill fá breytingar og þetta fólk mun kjósa mig í forsetakosningunum. Ég að segja ykkur að strákar. Þetta fólk á eftir að kjósa mig í forsetakosningunum af því að ég eini maðurinn á listanum sem ætla að standa með venjulegu vinnandi íslensku fólki og reyndar, þegar ég segi íslensku fólki þá meina ég svo sannarlega okkar góðu innflytjendur sem að leggja okkur liði í lífsbaráttunni. Alveg sama hvaðan þau koma. Ég vil verja hagsmuni vinnandi fólks á Íslandi. Ég vil verja hagsmuni þessa fólks fyrir hinni köldu, hörðu, krumlu ríkisvaldsins og þessara alþjóða stofnana sem að teygja sig sífellt nær og nær í hálsmálið á okkur. Þér þætti ekki þægilegt og ykkur að ég væri meðan ég var að tala við ykkur með krumlun og í hálsmálun á okkur. Það væri óþægilegt. Og gáfakortið eru þið ekki með eitthvað fínt hálsmenn sem ég get kannski tekið. Já, nákvæmlega. Ég meina, ef við höldum svona áfram, þá erum við með krumlun og í hálsmálunum og þeir munu taka á okkur dýrustu perlunar okkur. Ég sá Helgi Hrafn var nú að hvetja fólk til að kjósa það ekki. Já. Hefur lent mikið í þessu af því að þú ert ekki sammála þessum hávara hóp að fá... Já, þetta skiptir engu máli. Fyrsta skipti sem ég lendi í þessu, þá var ég í utanlandsferð með konunum minn og fjölskyldun hennar og ég tók þetta rosalega inn á mig og var eitthvað svona uppstökkur og pirraður og var vaknað fyrir allar aldir að lesa ykkur komment og síðan mér er bara alveg sama og þetta, þau mega hafa þetta því ég er líka talsmaður málfrelsis. Mér finnst allir megi tala og mér finnst ekkert hryllilegra heldur en það þegar Katrín Jakobsdóttir fer að tala það að við þurfum að setja á stopp svona ritskoðunarnefnd á Íslandi. Akkurat. Eitthvað fólk sem á að fara að vit fyrir okkur hvað við megum að sagða. Ef að Helgi þessi vil segja eitthvað ljótt um mig, þá má það. En hvað getur hann sagt ljótt um mig? Ég vil bara segja, ef að Helgi Hrafn, ég vil að þið bjóðið honum og hann má standa við hliðina á mér, það verður betra að hafa hann fyrir fram að mér. Og þá skal hann bara fá að segja það hreint út hvað hann hefur ljótt um mig að segja. Og ég skal segja ykkur eitt, ég hef byrt sennilega svona 1400-1500 blaðsíður á prenti og hann gæti ekki, ég ætla að fullera það hér, fundið eina setningu í þessu sem að hann geti notað til að rökstiða það að ég sé eitthvað ljótur eða vondur. Ég er að segja, en hann getur notað stimpla og það er það sem þetta fólk gerir. Það hjólar í aðra með stimpla og það hefur leitt til þess að þetta venjulega fólkið sem ætlar að kjósa mig notabenni er skítrætt. Þau eru hrætt það að þau verði sem sagt kölluð einhver svona illanöfnum, þau verði rekin úr vinnunni en þegar kemur að frjálsum kosningum þá er það síðasta hálmstráði sem við höfum að áður en að þær verða teknar á okkur hugsanlega að það kjósum við með hjartanum, við kjósum þá sem við viljum fá. Það væri líka svolítið skrítið, það væri ekki 20 bláhærar hræður sem væri ósamálaðir, fattar þú? Já, þá væri þú ekki að segja kannski eitthvað gáulegt, sko. Þá myndi ég að fara að horfa í speil og fara að mótmæla sjálfum mér. Já, það er nefnilega málið, sko. Sko, ég er í grunninn er ég svona mótmælandi. Það er að segja, þannig er ég innréttaður, þannig er ég alin upp að ég rauninni alltaf tala gegn sko valdinu. Akkurat. Og ég segi oft sögun af vindhananum að því að við Íslendingar erum með brenglaða mynd af vindhana sem við sjáum á kirkjuturnunum. Vindhanin sko, eins og Íslendingar tala hann sveiflast með vindinum. En vindhanin eins og hann er hugsaður í tákfræðinni, tákfræði kristinna trúar, hann er að gala alltaf á móti vindinum. Hann er að tala máli sannleikans gegn lyginni. Hann er að tala út úr sko hann er að tala út úr myrkrinu og inn í ljósið og ef þið lesið söguna Pétri og
hvernig hann sveik Krista, þá er vindhaninn, sagan vindhaninn komið þaðan. Já. Ég ætla að fá að lesa hérna, því við settum í story í gær og væri að koma til okkar og við fengum hérna spurningar. Já, frábært. Frá frá ýmsum aðilum og hlustendum. Já. Og ef ég fer hérna inn í þetta, sko, þá er fyrsta spurning. Ertu í frímúrarreglunni og er rétt að þar gangi reglan fram fyrir öll önnur embætti? Takk fyrir spurninguna. Ég er í frímúrarreglunni og ég vil segja það hér. Fyrir utan það að giftast konunni minni, þá er þetta besta ákvörðun sem ég teki á ævinni. Vegna þess að gangi í frímúrarregluna, það er eins og að gangi í skóla. Það sem að maður er tekinn svolítið og skrúaði saman. Ég hefði aldrei þolað síðustu ár með öllu sem að því sem að mér hefur dunnið í formi gagnrýni og svona áreitis og þá hefði ég aldrei þolað ef ég hefði ekki verið hertur í þeim eldi sem að brennur innan frímúrarreglunar. Og ég vil segja það að reglan er byggð á kristnum grunni. Við göngum út frá því að til sé einn algóður, almáttugur Guð og það er ekki bara einn hluti af starfi reglunar, það er kjarnin í reglunni. Það er grundvöllur alls starfsins. Þannig að ég er afskaplega þakklátur frímúrarreglunni fyrir þann tíma sem ég hef átt þar og ég er með frímúrarhring sem er merktur, þið getur skoðan. Ég tek hann ekki af mér. Og ég fer ekki í felur með það hver ég er. Og ég neita að láta hrekja mig úr góðum og mannbætandi félagskap bara því að einhver segi að hafa einhverjar hugmyndur hvernig þetta er. En ég vil, Talandi hérna, ok, nú ætlum ég bara að segja, er þetta bananafluga? Já, mér sýnist það. Já, þetta er út að vera með að flokka rusl. Ég setti klakavélina mína í lífrænt til að bjarga landinu. Að bananaflugur og rottur eru að taka yfir Íslandi hérna. Herru, 55 milljarðar í málefni innflytjenda síðan 2021. Það of lítið. Má heyra, 55 milljarðar í málefni innflytjenda síðan 2021. Er það of lítið? Já, það fer eftir hvernig þessum, ég meina, innflytjendur eru breiður hópur. Þarna eru flóttamenn, hælisleitundur og fólk sem eru auðvitað komið til að vinna. Já. Það er sjálfsagt að styðja þetta við fólk sem á verulega bátt en það sá hópur er auðvitað samansettur af alls konar fólki, gamalmennum og sjúklingum og öðrum og við verðum hefði ég haldið að hugsa fyrst okkar fólk. Við höfum ákveðna skuldbindingar samkvæmt samfélagssáttmála sem við varum að tala áðan við okkar fólk og við bara landið okkar og ég fagna því að við fáum duglegt fólk til Íslands en þessi tala sem þú nefnir er svimandi há og mér bara sýnist á öllu eins skuldsett og við erum að við höfum ekki efna á þessu. Við höfum ekki efna á því allavega að sturta peningum í þetta. Nei, ég sammála. Hvort myndur frekar bólusetja þig við COVID 3 eða fá þig píratatatú á ennið? Frábær spurning maður. Ég er sem sagt mér varst Djokovic svaraði þessu vel. Djokovic sem er besti tennisleikari í heimi og alvöru maður. Hann var gagnrýndur fyrir að vera á móti þessum bólusetningum sem eru öðruvísi bólusetningar en aðra bólusetningar. COVID-bólusetningar eru öðruvísi. mRNA-tæknin er ný. Hann sagði, ég er ekkert á móti bólusetningum. I'm not anti-vax. I'm pro-freedom. Og ég er með frelsinu. Og þess vegna myndi þetta er svo vondur kostur að ég myndi íhuga það bara alvarlega að ég myndi grípa til örþrifar á það ég myndi flýja land, ég myndi fara bara ég tapaði þar, lét bólusetja mig, búin að vera með hálsbólgu síðan. Já, sami hér. Það er bara svoleiðis. Herðu, af hverju talar ekki meira að þú sért fyrir góð segja maður? Jú, ég hef talað það. Þegar ég fór að tala þetta við krakkana mín á 50 ára góðsamælinu að það var ég fyrsta skipti sem ég fór að tala þetta og krakkarnir mínu segja stundum við mig við vitum svo lítið þig pappi, þú talar aldrei þig sem er vissulega rétt en þegar ég fór að reyna að tala þetta þá heltist yfir mig þá hellist yfir mig svona gömul sorg svona einhver svona margra ætliða sorg og ég manstu eftir þessu?
Nei, en bara ég heyrði náttúrulega hvernig fólk talaði þetta sko. Og þetta var svona mál sem að hvíldi ofsalega þungt á fólki. Það voru allar ræturnar bara slitnar og af og amma skildu og út í kjölfarið og þetta var bara alveg þetta var eins og að lenda bara í þetta var eins og við hefum lent í sko bara sprengjuárás. Það mér leið sem barni, leið mér eins og við værum fjölskylda sem við lendi í sprengjuárás. Manstu hvernig foreldræðinir töluðum að hafa lent í öllu þessum atburðum? Já, bara það var svo mikið sko rót. Það fór allt einhvern veginn á hliðina. Og þau töluðu sko alltaf Vestmannaeyjar sem svona sinn stað sko. Þannig að ég á bara ekkit sko ég á ekkert gott með að tala þetta. En þess vegna finnst mér ég tengi sterkt við Grindvíkinga. Og ég átta mig á því að ef að til þess kæmi að ég yrði svona forseti lýðveldisins ef að sko hinn almenni borgari sko bara vaknar af þyrnirosa svefninu sínum og segir bara við ætlum að taka ábyrgð okkar eigin landu, við ætlum að kjósa Arnar, hann er okkar maður, hann er eini maðurinn sem að, mun verja sko okkar hagsmuni gegn þessari pólitísku valda elítu, gegn fjölmiðla elítunni sem að reynir að þagga niður og vill felan. Að sko þá átta ég mig á því að ég muni mjög líklega þurfa þá verði ég bara og geti ég ekki vikið mér undan því að þurfa að heila þetta sár sem að ég með sko. Sko einhver forseti sem í framboði sem að hugsa bara sem bara líklega að vera kosin sem að hugsa bara nei það mun ekkert breytast. Einhver núna á listanum sem að segjum bara eins og Katrín Jakobsdóttir ef hún verður forseti erum við að fara að sjá nei, það er ekkert að fara að breytast. Sko Katrín eins og hún er nú hæfileikarík og hefur margt fram að færa að þá hún í mínum huga hluti af vandamálum sem við erum búin að vera að lýsa hér. Hún getur ekki verið hluti af lausninni. Og það klikkaðasta sem að ég er að horfa á í rauninni og til staðfestingar á því er að valda elítan á Íslandi, þar á meðal sko innstu koppar í sjálfstæðisflokknum, virðast alltaf styðja Katrínu Jakobsdóttur til valda á forsetastól af því að, og eina skýringi fyrir því er svo að ég sé það fyrir mér að þeir telji að hún muni verja status quo á Íslandi, verja ástandið eins og það breytist ekkert. Þannig að sko, ef að menn eru í einhverjum vafa hennar hvar hún stendur gagnvart þessari yfirstjórn valdsins sem að við erum búin að vera að tala svolítið hérna, að þá held ég að það sé alveg ljóst og hún mun engu breyta. Fyrir utan það að Katrín lét það gerast á sinni vakt, ég bara skil ekki hvernig hún fór að þessu, en hún skrifaði undir það að verða sendiherra sem sagt Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, HÚ, og það er stofnun sem er fjármögnuð miklu leyti af einkaaðilum og það er staðfest af fyrirverandi framkvæmdastjóra HÚ að stofnunin starfar, sko notar þessa peninga þeir eru notaði með with strings attached, þar að segja, það segir við látum ykkur hafa peningana með því skilir það að þið vinnið svona. Og svo stefnumorkun slíkara stofnunar kann vel að fara þvert gegn hagsmunum íslensku þjóðarinnar. Þannig að ég get ekki litið á Katrínu sem óspilltan stjórnmálamann, ég get það ekki. Varðandi aðra frambjóðendur og þá sýnist mér líka að það sem eru mjög alvarlegi hlutir á ferðinni að sko á 13. öld, því þekkið kannski Íslandssöguna vonandi að því leiti að á 13. öld þegar Ísland var ennþá svona frjálst ríki þá voru höfðingjar og höfðingjasinir kallaði til Noregs og konungurinn gerði þá sér handgengna, þar að segja hann gerði þá að sínum mönnum og sendi þá svo til Íslands til að tala sínu máli. Þetta voru 13. öld. Ef þið farið yfir listan yfir forseta frambjóðendur og skoðið hverjum þeir virðist vera handgengnir, hvar þeir hafa farið og talað og í hvers konar samtökum þeir eru, að þá svona virðist mér að það séu vísbendingar það að þeir séu líklegri heldur en til dæmis ég, til að fara að boða hér málefni sem að þjóna erlendum samtökum en ekkit endilega Íslandi. Og þá er ég að tala
öllu hrund sem að hefur verið á hérna í skrám þessa alþjóða efnahagsráðs World Economic Forum. Þá er ég að tala Höllu Tómasdóttur sem hefur verið það líka og hefur ítrekað á ráðstefnum þessa félagskapar og þetta eru rauninni ríkustu menn í heimi sem að boða núna stjórnmálamenn á sinn fund og áhrifafólk í samfélögum víðum heim á sinn fund. Þannig að þeir eru ekki lengur að fara sjálfur á fund stjórnmálamanna á þeirra skrifstofum, heldur eru þau svo ríkir og svo valdamiklir að þeir eru farnir að geta boðið áhrifamönnum, stjórnmálamönnum, forstjórum ríkistofnana og öðrum á sinn fund og lagt þeim línurnar það hver eru stóru málin og hvaða boðskap eigum við að hafa í frammi gagnvart fólkinu. Þannig að talandum að stjórnmálin séu að verða sko úldin og í rauninni möljetin, að þá skiptir engu máli virðist vera hvað við kjósum, stefnan breytist ekki og það er eins og stefnan sé ákvörðuð í útlöndum. Þannig að þetta er alveg skuggaleg sviðsmynd sem er að birtast hérna. Og ég sé bara eina leiðin til þess að við breytum þessari slagsíðu sem er komin á skútun okkar er að við siglum henni upp í strauminn. Það er það sem að sjómenn gera sko. Þegar hún fara að halla skipið og við getum ekki hallað okkur á hinn borðstokkinn þetta er svo þungt skipið sko, þetta eru fleiri tonn. Og verðum að sigla því á móti straumnum. Við verðum að fara á móti straumnum. Alveg eins og bara eins og Buffalo dýrin gera á móti storminum. Er það ekki? Það er eina dýri sem hleypur inn í stormin á meðan allir hlaupi í burtu. Wow. Hefurðu trúað á að þú verið valinn og að fylgið þitt muni hækka með tímanum? Ef að fólk hlustar, ef að fólk tekur því fordómalaust sem ég er að segja, ef að fólk herði sig upp sko andlega, ef það finnur í hjarta sínu sko kjarkin, að vera courageous á ensku er að vera hugrakkur, að vera courageous er dregið af sem sagt komið vaflust og frönsku, en franskan er komið úr latnesku, kor, er latneskt orðið í hjarta. Við verðum að finna það í hjarta okkar, hvernig við ætlum að kjósa. Og ég vona að fólk fær ekki að kjósa sko út frá einhverjum svona hvað er skást. Við í frjálsum kosningum verðum að kjósa það sem við viljum í hjarta okkar velja. Og ef að Íslendingar gera það, með við það sem ég heyri fólk segja við mig undir 4 augu, með við það hvernig kallarnir á bílavestuðanum og netagerðavestuðanum tala við mig, þá held ég að geta allt gerst í þessum kosningum. Já. Ég veit að líka hlustendur okkar 18 til 30 vita kannski sitt og hvað lítið pólitík, en allir vilja þær einhverja breytingu. Já, en hvaða breyting getur orðið á stjórnmálunum ef við kjósum stjórnmálaflokka sem breyta engu og við ætlum að fara að kjósa forsetaframbjóðendur sem breyta engu. Akkurat. Ég held að forseti geti verið sko gagnlegur og hann geti leitt breytingar með því að sem sagt, ég tekið þetta dæmi sko eftir að hafa ferðast um landi og farið inn í fiskvinnslusali að séð að færibandi malar og það eru menn á vaktinni við öll færiböndin og er að gæta þess að fara ekkit skemmt í gegn að sko forsetinn sem að situr við sitt borð á Bessastöðum gæti sagt við ráðherrana sem eru í rauninni hans menn samkvæmt stjórnarskráni, ég held að þessi orða einhvern veginn þannig að hann lætur ráðherra framkvæma vald sitt, hann gæti sagt við ráðherrana herru, við erum í varnarbaráttu hérna á Íslandi núna, við ætlum að gæta þess að við missum ekki frá okkur auðlindirnar og völdin og að peningarnir okkar allir bara sógist ykkur til útlanda eða í málefni sem við höfum aldrei kosið og ég fel þér að hafa gleggra eftirlit með því sem er að gerast. Nú erum við auðvitað undir áhrifavaldi ESB og það verður meira og meira með hverju árinu sem líður og ég sé það að þungin í kerfinu það verður meiri og meiri eftir því sem að færis nær því að forsetinn skrifi undir og þegar að hann ef það á að vera þannig, hann neyðist til að segja ég ætla ekki að skrifa undir, þá brotnar eitthvað því að skiljið þá ef að þjóðin er á móti lögum sem Alþingi er búið að samþykkja þá er það mjög erfitt fyrir þingið ef að þjóðin samþykkir lögin sem að Alþingi var búið að samþykkja þá er það mjög erfitt fyrir forsetann en ég held að við getum afstýrt svona rosalega hörðum árekstrum með því að hafa eftirlit og ég hef sagt og ég meina þetta að ég gæti, ég kemur bananaflugan vinnur okkar að ég held að ég gæti sem forseti sko unnið mjög þarft starf í þágu þjóðarinnar til dæmis með því að segja
það starfi einhverjir 9-10 manns hjá forseti Íslands, ég þarf ekki allt þetta fólk ég þarf engan til að skrifa ræðurna fyrir mig, ég skrifa það sjálfur ég þarf í sjálfur sér engan til að keyra fyrir mig bílinn, ég get keyrt hann sjálfur ég er ekkert og fítið þess og þannig gæti ég sko ráðið til mín alveg eldklára sérfræðinga sem myndu gera það sem að því miður mér síns þingmennir ekki verið að gera horfa upp á færibandið, greina hvar hætturnar eru og reyna að stöðva málin eins fljótt og hægtir reyna að taka erfiðustu málin út af færibandinu áður en koma inn í gegnum Alþingi Íslendinga mér sýnist að það vanti stórlega á það að það sé haft eftirlit með því sem er að gerast mér sýnist að við séum komin inn í einhvers konar sjálfvirt stjórnarfar þar sem að þingmennirnir okkar finnst þeir vera magnvana, máttlausir og svona að valdið sé ekki lengur í þeirra höndum og aftur að þeir séu bara komnir inn í einhvers konar leikhús fáralegans þar sem að búið er að ákveða allt áður en að ákvarðan að koma til afgreiðslu inn á sviðinu sem Alþingi er. Ég vil ekki sjá Alþingi breytast í leikhús. Ég vil ekki sjá forsetan okkar breytast í að vera bara upp á punt og gera ekkit annað en að skrifa blindandi undir allt sem aðunum er rétt. Þá getum við alveg sleppt í að vera með svona embætti og ég vil ekki sjá ráðherra í ríkisstjórn Íslands hugsa bara stólana sem þeir sitja í og hugsa aldrei lengra en fram að næstu kosningum og hvernig þeir geti hangið á stólunum þangað til. Það verður að hrista upp í þessu og við þurfum helst mann sem kann að rífa kjaft, helst mann sem þorir að rífa kjaft og við þurfum að hjálpa líka þessu hrædda þessu fólki sem er svo upptekið að eigin framapoti til að sjá það að þetta er innantóm tilvera að eldast við hégóma og eldast við stöðuveitingar, eldast við pínulitlar launahækkanir en því að fórnarkostnaður er skelfilegur ef við verðum eins og fást og seljum okkar eigin samvisku og endum á því að selja landið undan okkur. Mér finnst líka svo magnað, því við vorum að tala áðan að fólk fer að læra þetta, stjórnmál, fer svo í pólitík en fara kannski raunverulega í stjórnmál til þess að betrumbæta landið. Auðvitað hlýtur það að vera hugsjónin að fólk fari í pólitík til þess að breyta einhverju og hafa áhrif til góðs og þjóna fólkin í landinu en til dæmis að þið sjáu Píratana því hún nefnir þá, bara sem dæmi að þeir fara stað sem einhverju svona anarkistaflokkur og svolítið svona frjálshyggju og eitthvað svona punk í þessu sko og margir voru hrifnir af þessu og margir bara hægri frjálshyggjumenn voru svolítið skotnir í þessu en versti kerfisflokkurinn á Íslandi í dag er orðin sko Pírataflokkurinn sem og ég meina mér finnst þeir vera ofsalega uppteknir af því að þjóna bara svona í rauninni sjálfum sér sínum eigin hégóma ég meina má ég vera leiðilegur? Já, gerðu það þið verður bara að kalla Björn Leví þá á eitthvað fund á eftir að hann geti kannski komið í fund með mér nei, meina Björn Leví búin að vera með svo glórulausar upplaup í ræðustóla Alþingis til þess að reyna að verða ræðukóngur þingsins sem er náttúrulega innantómun titill ef það er ekkit efni, er ekkit kjöt á beinunum með einhverjar glórulausar fyrirspurnir ekki neitt sem hann geti alveg bara flett upp sjálfur hann er að íþyngja kerfinu, stjórnkerfinu okkar með þessu bulli og bara þjóna einhvern veginn því að gera sjálfa sig sýnilegan ég veit að hann var, hvað sem er aldrei að fara að kjósa með, svona að segja þetta en ég er ekki að segja hans í slæmum maður en bara þú veist þetta tímasóunin á þingir, þetta var að snúast bara eitthvað algjört bull. Já, en hversu mikilvægt er að þóra að segja sína skoðun eins og það eru margir fastir í sjálfum sér undanfarið? Já, hvernig myndur þú segja? Fastir í sjálfum sér hvernig? Bara, þú veist, kannski eins og vilja kjósa þig, en þóra ekki að tala um það, þú veist, eins og opinberlega á sínum samfélagsmiðlum það er staðreind. Ég lendum nú bara í því sjálfur þegar við vorum að byrja sko, ég er djöfullega í sammálaðir ég þori ekki að læka út og það er verið að tjekka það er fólk að tjekka hver er að læka hvað og ef þú lækar hjá okkur þá ertu hvað þurru? Já, ég skil þetta er sko undanfari kúuna stjórnarfars ef þið hafið séð bíómynd sem heitir Das Leben der Anderen eða eitthvað svoleiðis. Á hann inni. Nei, ég hef ekki séð hana. Fjallar það sko, hvernig hefur séð hana? Nei, ég hef ekki séð hana. Þetta er fjallar líf fólks í Austur-Þýskalandi. Það er fólk sem er talið vera svona eitthvað vafasamt, stjórnvöld eru farin að fylgjast með og þeir enda á að senda mann til þess að fylgjast, hann er íbúinu fyrir ofan að hlusta á allt sem þeir að segja. Og ég ætla ekki fyrir ykkur myndina að hlusta á þetta. Já, sjá þetta, því að Austur-Þýskaland var svona samfélag og
við erum í rauninni komin í svona kúunarsamfélag. Skoðana kúunin svo hrikalega að þú þolir ekki lengur að íta á like-takkan. Pæliði því sem þið eru að segja, strákar. Þið eru hvað eru þið, bara, ég ætla bara að heyra þetta, þið eru rúmlega 30 og þið eru að lýsa samfélaginu sem þið búið í og þið veltið tvissar fyrir hvort þið íta á like-takka, skilji. Þetta svolítið alvarlegt. En til að klára spurninguna þína, þú vorst að lýsa, sko, fólk fast inn í sjálfu sér, það að segja, hvað, fangar hvers? Bara sína einu hugsana, eða svona þóri ekki að segja það sem þeim langar hann úrlega til að segja. Og hvernig myndi ég vilja hjálpa þeim til að brjóðast út úr þessu? Já, bara svona hversu mikilvægt það bara að þóra koma hlutunum frá sér og vera samkvæmur sjálfum sér. Já, hversu mikilvægt það? Það það mikilvægasta í lífinu. Það þú veist, að geta lagst á kottan og hugsað, já, ég sagði satt í dag, ég laug ekki, ég sveik ekki sjálfa mig, ég sveik ekki konuna mína og börnin mín, sveik ekki þjóðina mína og þetta það sem það dýrmætasta og hugsið ykkur, strákar, lífið svo stutt. Ég meina, ég 50, ég á kannski með góðu móti, ef ég heppinn, 20-30 ár eftir. Og þetta voru liðið svona að geta hvað það hlýtur að vera dýrmætt í lokin að geta sagt í sjálfa sig, ég bara var sannur og ég var hollur og ég var trúr og ég ætla að gefa sjálfum mér góða einhvern. Þetta eina sem skiptir máli. Á endanum skiptir ekki máli hvort þú keyptir sportbíl eða bjóst í fínu húsi eða þú veist mistir hárið þegar þú varst 50 eða fórst í hairtransplant til Tyrklands og náður að kreist úr 10 ári viðbót. Það skiptir bara engu máli, þetta bara allt hégómi. Þessi skiptir máli að það til sannleikur og við vitum það, þið vitið það, strákar, alveg að því að við erum forritaðir í alvörunni, bara hver einasta manneskja forrituð þannig að við þekkjum munin á góð og illu. Við þekkjum munin á blómi og bananaflugu og okkur finnst við þekkjum munin á bananaflugu og fallegri á fiðrildi og við myndum alltaf kjósa fiðrildi fram með bananafluguna, myndi ég halda að horfa á það, skiljiði, að tala til okkar og við megum ekki svíkja okkur sjálf. Ef við svíkjum okkur sjálf þá erum við líklega til þess að geta fara að svíkja allt annað. Þannig að við verum að tala þessi rödd við fólki okkar. Flokkar þú lífrænt eða? Ég skal svara þessu bara alveg heiðarlega. Þetta svona, við hjónin, við rífumst ekki þetta. En kona mín gerir þetta rosalega samviskusamlega. Og ég ekki jafn samviskusamur. Og ég hef heyrt og ég held að sé rétt að á endanum fara þetta allt í einn og sama gáminn. Þannig að ég vil ekki láta hafa mig að svona á góðri íslensku vil ég ekki láta hafa mig að ginningarfíbli. Ég vil ekki láta eyða tíman mínum í eitthvað svona bull, en ég vil að því sögðu, auðvitað vil ég taka ábyrgð á umhverfinu mínu og ég vil ekki sóða náttúruna út. Ég vil það alls ekki. En sko, flokkar lífrænt, nú þekki ég bý í blokk, 63 fermetrum, 3 vinnum, jú. Gengur samt ágætlega, væri til í 110 fermetra, kannski eftir 10 ár ef Ísland breytist eitthvað. En það verið að flokka rusl í minni blokk. Og á sumrin þá taka bananaflugur yfir. Ég þarf að vera með 15 krukkur með eplasíder og sprauta síróp inn í það til þess að bara reyna að lifa af, svo börnum mín kapni ekki á bananaflugum. Þess vegna ég algjörlega á móti lífrænu sorpi og ég reyna að flokka sem minnst. Ég set almennt í almennt, pappa í pappa, plast í plast, þegar ég geta, annars búið ekkert í þessu. En þetta dæmi þá það að þegar sérfræðingar ríkisins reyna að hafa vit fyrir okkur, á endi það í einhvers konar slisi á sama sviði eða jafnvel á mörgum öðrum sviðum? Akkurat. Ég held það. Það nefnilega málið. Og ég vil þess vegna bara, þess vegna ég lýðræði sinni, ég treysti dómgreind almennings. Akkurat. Og ég vantreysti dómgreind í rauninni sérfræðingana, þannig að þess að sérfræðingurinn sem að reyna að hafa vit fyrir okkur, hans sérfræðisvið bara þessi litla krukka og hann hefur ekki hugmynd það, hvað í þessari krukku hér, en hann að reyna að stjórna öllu og þess vegna bara þegar að
þegar sem sagt var ekki Ronald Reagan, sagði hann ekki eins sko mest hrollvekjandi setning sem hann heyrði var trust me, I'm from the government. Já, akkurat. Hann var léttur á því, hann var humoristi og skemmtilegur. Hvor myndur til dæmis eins og segjum við núna, Joe Biden, Donald Trump, Robert Kennedy, hvað myndur þú kjósa þarna? Ég hef fylgst vel með Robert Kennedy núna nokkur ár. Kennedy hefur skrifað mjög merkilega bækur. Hann skrifaði bók Anthony Fauci og kallar bara í raun og veru, takk ég vel eftir, hann kallar Fauci í þessari bók bara fram á sviði sem einn mesta bara skaðvald bandarísk þjóðfélag síðustliðna áratugi og upplýsir margt af því sem hann hefur verið að fást við notabene sem sérfræðingur sem maður sem þykist vita allt betur heldur en allir aðrir og hann hefur haft geysileg áhrif, það er að segja Fauci en þessi bók er gefin út sennilega 2021 og nú er komin árið 2024. Fauci hefur ekkert sko stemt Kennedy ennþá. Þetta er mjög merkilegt. Ef að Kennedy hefur verið að fara með fleipur eða eitthvað ósatt, þá skal ég garantera það að Fauci hefur verið búin að stefna honum og krefja hann allt sem hann á. Það hefur ekki gerst. Sér ætla ég að segja ykkur annað. Kennedy er komin af einhverju í rauninni mestu valdaætt, pólitísku valdaætt í Bandaríkjunum. Hann þekkir innviði demokrataflokksins betur heldur en sennilega flestir aðrir. En hann hefur sagt, eins og ég, að flokkakerfi í Bandaríkjunum sé alveg gjörsamlega möljetið eins og það er á flokkakerfi á Íslandi er það líka, þannig að við erum sammála þar. Og hvað kom fyrir Kennedy? Þeir demokratarnir sem hefðu átt að taka Robert Kennedy sem einhvers konar bara týnda syninum, þeir eru enni flæmdan á flokknum. Og sjálfstæðisflokkurinn sem ekki hefur fengið, segi ég, mann sem hefur talað af sem sagt, meiri einurð fyrir sjálfstæðistefnunni heldur en mig, allavega fáa sem hafa verið einbeittir málsvara sjálfstæðis, lýðræðis og lýðveldis og frelsis einstaklingsins, fáa fengið í framboð fyrir sig á síðustu árum aðra en mig og í rauninni flæmdu mig úr flokknum líka. Og vinna gegn mér í þessari forsetakosningu. Pælið í því. Alveg svo demokrataflokkurinn vinnur gegn Robert Kennedy. Kennedy hefur verið hann hefur minnt í Bandaríkjamenn og aðra á það að Eisenhower flutti í síni síðustu ræðu 1961 mjög merk skilabóð til almennings. Hann varaði við því að til væri orðin ógnvaldur sem að væri the military industrial complex sem að mundi á komandi árum ef ekkert yrði að gert stuðla að ófriði fremur en friði og vera með krumlurnar í ríkiskassanum í Bandaríkjunum því að þeir myndu hagnast á öllum stríðinu því þeir eru að framleiða vopnin. Og Kennedy segir þetta raungerðist því að the military industrial complex í Bandaríkjunum hefur orðin ógnvaldur, hefur tekið völdin, hefur skammtað sér 4 ríkissjóði og hefur raunin náð heljar tökum á öllum ríkisstofnunum Bandaríkjana. En Kennedy er að benda á annað núna og hann er að segja til sig á orðið það sem hann kallar the pharmaceutical industry og jafnvel the military pharmaceutical industry þar sem að herinn er að þróa lyf í samvinnu við lyfjaiðnaðinn og að þessir tveir greinar iðnaðarins láti greipar sópa ríkisfjárhirslur bæði í Bandaríkjunum og annars staðar og hann gaf út bók í fyrra Robert Kennedy sem heitir The Wuhan Cover-Up þar sem hann segir þar sem að í rauninni virðist mér sífellt fleiri vera að viðurkenna að veiran, COVID-19 veiran, hafi í rauninni ekki komið af einhverjum leðublökumarkaði því einhver var að fara að kaupa sér súsaða leðublöku í kvöldmatinn, heldur hafi komið af rannsóknastofu sem var bara nokkur skref í burtu frá leðublökumarkaðinum og þetta var rannsóknastofa sem er kostuð af Kínverjum og Bandaríkjastjórn í sameiningu og hefur fært fram alveg mjög styrk rök fyrir þessu. Þannig að sko, það sem áður var útrópað sem samsæriskenning að þetta hafi alls ekki verið þannig, eru sífellt fleiri og fleiri málsmetandi menn farnir að segja geti vel hafa verið, að veiran hafi orðið til á rannsóknastofu. Þannig að Kennedy er að mínu viti mjög heiðvirður maður sem að við mæla fram mál sannleikans. Hann er að sömu leyti fyrirmynd mín í því sem ég er að gera. Ég sem sagt
eins og hann vill reyna að bjarga lýðræðinu áður en að það fellur, áður en að umbreytist í einhvers konar valdboðstjórn og alræðisstjórn, þar sem að ólýðræðislega kjörnir menn hafa tekið hreiðjataki allt sem að skipti máli, fjölmiðlana, stjórnmálaflokkana, háskólana og jafnvel sko stór fyrirtækin komin inn í skiljiði í eina sæng með stjórnmálunum. Þetta er til orð yfir þetta og í rauninni þetta var rótin að því að til dæmis nasistaflokkurinn í Þýskalandi var svona öflugur eins og hann var og hann gekk í eina sæng með iðnrekendunum og stór fyrirtækjunum og það gerðist í rauninni það sama í Sovjetríkjum kommunismans að stóru fyrirtækin voru þjóðnýtt og að framleiðslan rann í eina sæng saman við pólitíska valdið. Þannig að við erum bara mögulega á sömu leið. Og það þýðir ekkert að vera bara, ég sé þetta ekki, ég bara vil ekki sjá þetta. Það er ábyrgðarlaust. Nákvæmlega, en þú hefur starfað sem lögfræðingur. Við vorum með einn sem hringdi í þáttinu daginn og var að tala að sko, hann fengi lengri dóm fyrir að vera tekin á bílnum nokkur sinnum. Heldur þeir sem hafa verið að níðast kannski á sínu eigin barni. Veistu hvernig stendur á svona hlutum? Hann situr inn í tæp 8 ár fyrir að vera tekin 11 sinnum próflaus, nokkuð skipti undir áhrifum, sem getur svo verið réttlátur dómur, enda stór hættulegt, en Aron að spyrja, af hverju fá þeir mun styttri dóma kynferðis og barnaníðingar? Þú veist, það eru 2 hlutir sem götustrákar elska. Það eru börn og kvenfólk. Við viljum bara halda utan það. Já, við viljum verja sakleysið. Og hlúa að börnunum og elska konur eins og það eru reyndislegar. Já, algjörlega. Og af hverju er þetta svona skrítið? Já, bara af hverju er þetta svona furðulegt? Já, sko, ég ætla bara ég ætla bara að vera alveg hreinskilin í öllu sem ég á eftir að því að ég líti á þetta sem svanasöng minn í stjórnmálum á Íslandi. Akkurat. Og eftir að þessum forsetakosningu lýkur ef ég verð ekki kjörinn, þá sé ég fyrir mér að flytja úr landi. Og finna mér einhverja eigingstað sögur í hugum og fylgjast bara með. Þannig að þetta er hugsanlega svanasöngur minn og í síðasta skipti sem ég kemur viðtal til ykkar og ég á eftir að fara í örfá viðtöl hugsanlega í fjölmiðla og ég steimpla mig út og kveð Ísland. Og ég ætla bara að segja hlutina eins og þeir eru. Dómsvaldið og ég hef skrifað þetta á langa grein, þetta er sennilega svo grein sem ég er stoltastur af. Skrifaði þetta grein í afmæli sitt Hæstaréttar sem kom út á 100 ára afmæli Hæstaréttar. Ég segi þar, dómsvaldið og sagan sýnir yfirleitt svolítið vilhalt og meðvirt með valdina á hverjum tíma, valdhöfunum. Og þess vegna er það brýnt að dómsvaldið standi upp í hárinu á löggjafanum og framkvæmdavaldinu. Og það er eina leiðin til þess að við getum haldið hlutunum í jafnvægi. Þegar að dómsvaldið byrjar að kóa með valdinu, þá vitum við að við erum á háskalegri braut. Og við vitum það í Íslendinga, bara í Íslandssögunni, að dómsvaldið kóaði með ráðandi öflum öldum saman á Íslandi. Til dæmis ef þú stalst reipi á Íslandi á 17. öld. Bara einu reipi. Þá varstu frá bóndanum og bændurnir voru þeir sem þurftu að vera hinn ráðandi stétt, stórbændurnir. Þá kannstu átt von á því að vera sendur í bara tukthúsi til Danmerkur í svo kallað rasphús eins og það hét. Og þá var hlutverkið að raspa svona rauðan við og þú gerir þetta inn í svona lokuður rými eins og við erum í núna. Fólk lifði kannski, hraustustu menn voru bara dauðir eftir 6 mánuði. Þú fyrst bara svona steinlungu eða þannig. Því að þú fylltist bara lunguna af þessu drasli. Þannig að bara fyrir að stela reipi. Og svona voru dómarnir. Þeir voru svona ofboðslega harðir á meðan leiðst í raun og veru og komust bændur til að missa upp með að alls konar ógeðslega hluti gagnvart sínu vinnufólki. Það er bara staðreynd. Ofbeldi og jafnvel nauðganir og svo framvegis. Ok, því þeir voru ráðandi stétt. Núna er staðan svo að
ofbeldisglæpir af einhverjum ástæðum eru litnir sko mildum augum á Íslandi. Er það ekki bara nokkuð meginn þannig? Jú. Það er að segja, ef þú horfir á dómaframkvæmdina, þá er hún lin þegar kemur á ofbeldis og jafnvel kynferðisbrotum, en hún er miklu harðar á öðrum sviðum. En þetta, eins og allt annað, í rauninni skýrist af því sem að kallast pólitík og innan lögfræðinar kallast þetta refsipólitík. Það er að segja, fyrir nokkrum árum síðan var til dæmis ákveð, bara það fórast að heilmikil umræða hvað væri hræðilegt að það væri verið að flytja inn dóp til Íslands og bara á nokkrum mánuðum sá maður dóma í fíkniefnamálum fara bara lóðbeint upp. Sko. Það er bara þannig. En á sama tíma hefur maður séð, í rauninni hefur maður ekkert séð gerast þegar kemur að því að reyna að fæla fólk frá því að beita ofbeldi og slíku sko. Það er að segja til eitthvað á sviður refsiréttarins sem heitir almenn varnaðaráhrif, það er að segja fólk horfir á dóminn og segja ég ætla ekki að gera þetta og það er sem sagt ein leiðin ef að menn eru teknir bara fyrir alvarleg morð ef menn eru teknir sko fyrir morð eða alvarlega líkamsárásir að þá eigi að gefa skýr skilaböðum þetta er ekki lið og menn eru teknir úr umferð og eiga valla afturkvæmt. Það væri einleiðin til þess að reyna að stemma stigu við þessari ofbeldisöldu sem við raun og veru sjáum á Íslandi. Já, gjörsamlega. Já, og bara og getur verið að þróast út í einhvers konar óöld og ef að það gerist að eins og maður sýnist vera að gerast að fólk er lamið út á götu og lögreglan segir bara já, ég myndur ráðleggja að vera ekkert að setja fram kæru gegn þessum manni sko, að þá er rauninni brostin á einhvers konar óöld á Íslandi. Og við settum á fót aftur, segi ég, allt þetta dýra, fína ríkiskerfi, við erum að borga alla þessa peninga inn í ríkið til að verja okkur og ef það er orðið þannig að ríkið notar ekki fjármunum okkar til að verja lengur okkar eigið öryggi, ef að dómarar á Íslandi geta ekki kveðið upp alvöru dóma og réttláta dóma gagnvart ofbeldisfólki og ef að þeir sem að fara með fjármuninu okkar eru farin að eyða þeim í tóma steypu eins og við erum að tala um hér Pálmatré í glerhylki og sprengjur sem á að nota til að drepa fólk og svona að þá er komin tími á einhvers konar endurræsingu. Það er talað um það á fínu ráðstefnum auðmannana í heiminum að það er að fara að framkvæma það sem þeir kalla Great Reset. Ég er ekki viss um að sú endurræsing sem er framundan, ég held að sé framundan raunverulega endurræsing, ég vil trúa því. Ég held bara að það verði ekki endurræsing á forsendum ríkustu manna heims. Og ég er ekki viss um að vera endurræsing á forsendum þeirra sem tala máli alþjóðlegra stofnana. Ég held að það sem gæti gerst á Íslandi og á London með kringum okkur sé endurræsing á forsendum almennings í þessum löndum sem segja nei, við hættum að borga í þessi gjörspiltu ríkisbák. Við hættum að borga í ríkissjóð sem að lætu síðan fjármunna renna ykkurt út í heim og við veitum ekkert hvað verður þá til að berjast við einhverja loftslagsvá. Við erum hættir að borga fjármunni til þess að ráða endalaust fleiri sérfræðingar sem vilja fá stjórn á okkar lífi. Við viljum bara losna við þetta, við viljum fá að vera frjálsar manneskjur. Og það sem gerist þegar að fólk bara rís upp undan þessu og bara hættir að vera aumingjar eins og við erum að láta fara með okkur eins og aumingja að þá bakkar stjórnvaldið og ég bara síðast í gær þá sá ég á netinu að vera rifjað upp það fóru í London, það eru 3 ár slétt síðan að íbúar London fóru bara í almenna göngu til að mótmæla COVID-fasismannum sem að þau kölluðu svo og ég get alveg kallaða það var náttúrulega bara svona einhvers konar valdbeiting sem gekk allt og langt með við tilefnið og ritskoðuninni í rauninni læknisfræðilegu valdbeitingunni og valdboðinu og það fóru þúsundir London búa bara út á göturnar ungt fólk sem sagði við látum ekki bjóða okkur þetta lengur og hvað gerðist? Bara stjórnvöld fara bara að bakka og það sagði við mig belgísku prófessor sem ég var að tala um daginn hann sagði mótmæli er svo mikilvæg þau eru grundvallar atriði þess að við getum varið okkar frelsi þessi Þýskalandi nasismans 6 mánuðum eftir að fólk hætti að mótmæla 6 mánuðum eftir að mótmæla greinar hættu að birtast í blöðum þá byrjuðu fjöldahandtökur þá byrjuðu eignaupptökurnar þá byrjuðu fangelsanirnar 6 mánuðum þannig að
fólk þarf átt sig á því að ef við ætlum að láta þetta yfir okkur ganga, ef við ætlum að halda áfram að vera bara, já, ég þori ekki ít á like, ég þori ekki að vera á fundi, ég þori ekki að segja það sem ég finnst, þegar síðasta röddin þagnar, þá vitum við ekki hvað gerist, það getur verið mjög ljótt. Þess vegna sagði ég, þegar ég fór á DVAF daginn, ég lesaðist þar inn daginn, að það svo skrítið, að Ólafur Arnarsson, sem hefur nú ekki verið neitt sérstakur vinur minn, hann bauð mér í viðtal áður en að nokkur fjölmiðill bauð mér í viðtal og ég vil hrósa Ólafi fyrir það. Hann bauð mér inn á DVAF eiguna í viðtal áður en að Morgunblaðið bauð mér í viðtal, MBL, áður en að nokkur náttúrulega ríkisfjölmiðillinn bauð mér í viðtal eða nokkur annar, nema ég kem að inn á skrifstofu DVAF og ég var með bindi af því að við Ólafur vorum búin að tala saman í stúdíónu og ég segi við að það hérna sem að verður að skrifa eitthvað ljótt mig. Þau voru bara kurteis og svona allt í lagi. Ég sagði við þau sko, því þau voru í svona einhverjum bólum, svona svörtum hljómsveitabólum, eitthvað fuck the system, að ég sagði sko, nú bara lifir punki á einum stað á Íslandi. Veitu hvað það er? Fjölmiðlar? Nei. Hann lifir hjá köllum eins og mér sem að gangum með bind á daginn. Já. Því við erum einu mennindi sem segjum fuck the system. Já, svoleiðis. Við erum einu mennindi sem gera það. Ég veit ekki, er einhverjir aðrir að gera það? Nei. Og þess vegna vil ég stóla á í rauninni alla sem finna sko þennan frelsisloga, loga innra með sér, brenna innan með sér. Alla sem finna þörf fyrir að fá að tjá sig og mega tjá sig á frjálsan hátt. Alla þá sem vilja breyta þessu ormjetna kerfi sem við höfum búið til á Íslandi. Alla þá sem vilja í rauninni svona velta af sér þessu oki þvingunar og þrúunar og ritskoðunar og eftirlits. Ég skora á þá að nota atkvæðisettinn sinn og kjósa með hjartan og kjósa mig. Ég skal lofa því að ég mun standa með sjálfum mér og íslenskri alþýðu. Já, þú ert alltaf búin að láta mig fá að hugsa með aðeins að því ég vil fá einhvern sem er ekki meðvirkur, sem er með pung og þorir að segja skoðunina sína. Já. Og ég mun ekki breytast og ég fari inn í kerfið og það er líka þess vegna sem að kerfið vill alls ekki fá með að neinn. Því að þau vita að vera svo óþægilegt. Ég mun taka svona kastara eins og þau eru með hérna í stúdíónu okkar og ég mun fara með það bara niður á þingið bara sína þetta. Ég mun fara með þetta inn á ríkisstjórnarfund og segja bara, krakkar, horfið í þetta. Og ég mun fara með þetta inn í fjölmiðlana og ég mun fara með þetta hvar sem ég fer. Þannig að ég veit það alveg eins og litlu skorkvíkindin í ruslagemslunum hjá þér. Þau þola ekki ljósið. En sannleikurinn er sólarljós og ekkert hreinsar ógeð og sýkingar betur til dæmis úr sárum hjá fólki heldur en hreint sólarljós. Þannig að ég vil fara með sólarljósið með ykkar hjálp inn í ruslagemslu samfélagsins og lýsa onni þetta og bara þurrka þetta upp. Akkurat. Það er líka eins og varst að segja, fjölmiðlar og það eru stýrðir af pólitík og svona. Fólk fær meiri sannleika bara í að hlusta á hlaðvörp heldur en að lesa fjölmiðla. Sko. Algjörlega. Það er bara staðreind. Fjölmiðlar hafa breyst úr því að vera fjórða valdi, er alltaf að segja að við erum svo lýðræðislegir og við erum svo mikilvægir fyrir lýðræðið af því að við veitum aðhald og svona. Staðreyndin þessi, fjölmiðlar á Íslandi veit ekkit aðhald. Þeir hafa breyst úr því að vera aðhaldsþáttur, ef þeir voru það einhvern tímann, yfir í að vera í rauninni hátalari fyrir þá sem að ráða hverju sinni. Og það sást í COVID-inu hvernig þeir rauninni bara öskruðu á fólk og bara allir sem voguðu sér að vera á móti voru bara útrópaðir. Fengu enga vörn í rauninni hjá fjölmiðlunum. Þannig að sko fjölmiðlar eru í þessari stöðu líka því að þeir hafa látið kaupa sig. Þeir hafa látið að gerast að þeir hafa í rauninni tekið við mútum. Má ég segja það? Ég ætla að draga á þessu, kæri hlustendur, ég sagði þetta ekki. Ég segi, þeir taka við greiðslum. Köllum þetta það. Taka við greiðslum úr hendi ríkisins og eru háðir ríkisvaldinu og hver er að fara að býta hendina sem að heldur þeim lifandi? Akkurat. Er það ekki bara gömul sannindi að menn gera það ekki? Þess vegna segi ég
að eina von okkar í þessu, ég í raunni bara að liggum við eina von okkar í þessum kostningum, allavega mann eins og mín sem svona óvinsall hjá fjölmiðlunum og sem vil ekki hleypa mér að eina vonin eru svona podcast eins og þau eru með. Það mér liggur við að segja það, sko. Og þess vegna vona ég að ykkur gangi bara rosalega vel og þið bara náið að blasta þættinum ykkar og viðtölunum ykkar sem víðast og fólk fara að fatta á Íslandi það eins og það búið að fatta út í heimi útlendingar löngu búin að fatta þetta sem sagt að það ekkert hægt að horfa á svona mainstream media það bara blekkingar sem að nánast birtast þar og traustið ég verið að segja frá þessu að ég las þetta sem sagt í einhverjum miðli, frjálsum miðli sko fyrir nokkrum mánuðum síðan að traust almennings í Bandaríkjunum bara að ég lóðbeinu falli á mainstream media. Republikanar fyrir 2-3 mánuðum voru komnir í undir 8% republikanar í Bandaríkjunum treysta mainstream media. Demokratar eru komnir undir 40% og eru að læra núna á þessum 2-3 mánuðum og Joe Rogan sem nú bara kollegi ykkar eða ekki hann með fleiri áhorfendur heldur en CBS, ABC, NBC og CNN og hvað þetta heitir og sem sagt grínararnir segja að Joe Rogan eða CNN segja bráðum komið fleiri starfsmenn heldur áhorfendur og það bara út af því fólk átt að sjá því það ekki orðamarka sem kemur þarna fram og það verið að búa til einhverja mynd sem að vera að halda á okkur og segja okkur þetta sé raunveruleikinn en langflestir eru bara búin átt að sjá því að þetta bara eitthvað allt annað heldur en veruleik akkurat og það verið að reyna að stýra okkur og ein leiðin auðvitað til að stýra okkur að birta skoðanakannanir með svona litlu úrtækin sem við vorum að tala áðan og segja krakka mínir, þetta veruleikinn þeir sem ekki inn á listanum sem að koma fram í þessum skoðanakönnum eða ekki séns og þið ekki kasta atkvæði eitthvað þangað en eina könnunni sem að marka auðvitað bara könnunin á kjördag höfum það í huga sko. Látum ekki stjórn okkur með þessum hætti allir hinn sameinaða fjölmiðla samsteypa köllum hana það bara ég sé engan mun á henni sjáu þið mun á henni? Nei. Ég sé það ekki hinn sameinaða fjölmiðla samsteypa ég gæti notað miklu verri orðum þetta að hún vill láta okkur halda að þessar kosningar séu reyni afgreitar áður en þær byrja í þeim skilningi að það sé bara ljóst að verði bara þessi 2 eða þessi 3 sem munu berjast ég ætla ekki að gefast upp ég bara keppnismadur og af því að þið eru áhuga mennum íþróttir þá ætla ég að ekki að láta segja mér áður en leikurinn flautaður á að hitt liðið sé miklu líklegri til að vinna leikinn og á ég þá að hætta við að spila leikinn myndu þið gera það? Nei. Ef þið eru að fara að spila segjum að þið eru að spila einhverjar íþróttir eins og stakki standa ekki eins og nei en segjum bara að því að við haldið áfram að æfa einhver íþróttir og eru að spila með eru að spila bara með sem sagt hvað heitir það? KVF í Vesturbænum sem eru svona strákar sem að kannski komast ekki alla leið í boltanum sko, sem að KVF eru bara komnir í, það er 4. umferð í bikarnum KVF að fara að spila við KR og allir sem KVF strákarnir hitta á götu segja strákar, KR að fara að vinna hana leik og veðbankarnir segja að KR að fara að vinna og þeir eru búin að vera, þeir eru svo miklu frægar en þið og eitthvað svona á KVF að segja bara já, við ætlum ekki að spila leikin tekur þið ekki eiga að gera það? Nei, það bara þvæla það er þvæla algjörlega og partur af því að vera í lýðræði og partur af því að þá að vera í fótbolta er að spila leikin og ég ætla að fara inn á völlin leiðum að verður flautaður á föstudaginn og ég ætla að vera búin að reyma á mig skóna og ég ætla að vera stuðbússon ég er þrautþjálfaður ég er í alvörinu þrautþjálfaður ég treysti mér að ég mæta hverjum sem er inn á þessum velli ég treysti mér til að svara hvaða spurningu sem er og ég treysti mér til þess að sparka menn niður bara heiðarlega sko, þetta er alveg sko bara heiðarlega tækling sko, í boltan ég fari í boltan og ég mun gera það bara á faglegum forsendum Akkurat. Og ég mun gefa allt í þetta. Mér líst vel á þetta. Mér líst mjög vel á þetta. Þú ert komin á toppnum á listanum mínum. Við hvetjum okkar menn og konur til að kjósa þig.
Það bara svoleiðis, að við viljum bara í alvörinu sjá breytingar og ég vil búa á landinu eftir 10 ár. Það bara svoleiðis. En ég veit að þú ert að vera mættur annað eftir cirka hálftíma. Já. Þannig við, Arnar, við þökkum kærlega fyrir komuna, gangi sem allra best. Og takk fyrir að gefa þér tíma. Sömuleiðis, gangi ykkur sem allra best og bara var heiður að fá að koma hérna til ykkar. Takk kærlega. Vinur. Takk fyrir okkur. Yes.